Furðudýr vikunar eyðimerkur refur. Þetta lítill refur, hann ekki nema 20 og eitthvað til svona 40 cm á lengd. Og þetta eru minnstu refir í heimi og eiga heima í Norður Afríku í eyðimörkum. Borða aldin, fræ, egg, termíta, eðlur og bara allt sem þeir finna í raun. Lifa í hópum sem telja alltaf 10 dýr. Það sem gerir þá sérstaka eru þessi eyru. Þau eru ofsalega stór. Nota þau ekki til þess að heyra endilega betur, heldur kannski staðsetja hljóð betur í smádýrum sem að leynast í sandinum. En þetta gegnir líka því hlutverki að kæla refina. Því að þeir hleypa, þegar það heitt, þá hleypa þeir blóðinu út í þessi stóru eyru. Þannig fer hitinn út. Þannig virka þessi eyru svolítið bara eins og vaskas í bíl. Þannig að þeir sem eru með svona stóru eyru geta veitt í meiri hita. Því að ef einhver annar refur sem kæmi inn á svæði sem væri með lítil eyru, hann myndi stekna bara á hita, þyrfti að fela sig í skugga yfir daginn, sem þessir þurfa ekki eins að gera af því að losna við hitan. Þetta dæmi það sem við köllum aðlögun. Þetta gerist þannig að upphaflega voru kannski refir sem lifðu á þessu svæði sem voru með mjög stór eyru. Hvaða refir gátu veitt lengst? Jú, þeir sem voru með stærstu eyrun. Og af því þeir gátu veitt lengur, þá fengu þeir meira borða, höfðu meiri orku, ekki bara í að lifa af, heldur líka til þess að fjölga sér. Afkvæmi þeirra voru þá sum með jafn stór eyru, kannski einhverjum með pínulítið stærri. Þannig hægt og rólega verða fleiri og fleiri með stór eyru og stærri eyru af því að það virkar. Það hjálpar þeim að lifa af. Þannig verður þetta aðlagast tegundin aðstæðunum sem hún lifa við hverju sinni. Tófan á Íslandi, sem telst heimskautarefur, með lítil eyru af því að hún lifir í akkúrat öfuumhverfi. Hér skiptir meira máli að halda hitanum inni og þess vegna betra að vera með lítil eyru.